Já, það eru leigjendamálin, Guðmundur Hrafn Arngrímsson og hingað kominn, formaður leigjendasamtökanna. Þú hefur komið hérna og sagt frá sigrum leigjenda víða heim, en ég ætla að byrja á tapi á Írlandi. Já, það er gríðarlega mikið verið að ræða leigumarkaðinn í Írlandi. Þetta er eitt stærsta hitamálið í eins og víða. Já, staðan á Írlandi er gríðarlega alvarleg. Stjórnvöld hafa reynt að setja svona regluverk þar sem heimilega sveitarfélögum að skilgreina þessa húsnæðismarkað undir álagi og þá hafa það heimild til þess að setja leigubremsu. Nú hefur það verið þannig að svona síðustu 30 ár hefur orðið algjör svona markasvæðing á húsnæði í Írlandi. Þeir tala að fjöldi félagslegt húsnæðis á Írlandi hefur minnkað bara 50% á þessum 30 árum. Helmingast. Hefur helmingast en er samt sem áður í svona tölum sem eru svona nálægt 10% milli 8 og 9%. Bæði á landsvísu, Írska ríkið á næstu 150.000 íbúðir víða landið. Dublin ein og sér með tæplega 50.000 íbúðir sem eru eiga sem félagslegt húsnæði. En fjöldi þessar íbúða hefur helmingast á 30 árum. Samhliða afregluvæðingu, skatta eftirgjöf til fjárfesta og þessi ofsa trú á markaðslausnir á húsnæðismarkaði. En það hljómar allt eins og bara Ísland? Já, ég held að jafnvel Ísland hafi gengið mun lengra. Við erum náttúrulega ekki með félagslegt húsnæði á Íslandi það byrjum 4. Skattaafsláttur til þeirra sem eru að leigja? Já, 50% skattaafsláttur til leigusala, en við erum með félagslegan húsnæðismarkað upp á kannski 4-5% hámarki, en Írar eru þá ennþá svona að hanga í þessum rétt undir 10%. En stjórnmálamenn og fólk úr fræðasamfélaginu segja að svona markasvæðing írsks húsnæðismarkaðar sé bara að hruni komin. Það sé svona runnur upp á ákveðin skapadægur og núna bara ég held að það hefur verið núna á föstudaginn, þetta er bara fréttir frá því núna miðjan mars, þar sem að Írska þingið samþykkti að banna, felldu niður lög sem að voru tekin upp á tímum heimsfaraldursins, þar sem að var bann við uppsögn leigusamninga. Og þessum lögum hafði verið framfylgt, náttúrulega ekki algjört bann, fólk þurfti að borga leiguna sína og haga sér skikkanlega, en leigusala gátu ekki sagt upp leigusamningum án ríkra ástæðu, bara þess að geta hækkað leiguna. Það var bara blátt bann við því, og þessum lögum hefur verið framfylgt og svo hafa verið framlengt núna til dagsins í dag. En nú búið að fella þessu lögu gildi og það eru allavega 10.000 fjölskyldur sem að núna í byrjun apríl munu vantilega lenda á götunni. Það eru öll gistiskýli, það eru öll neyðarúrræði að því að ástandi er slæmt fyrir. Það viðtöl við fólk sem rekur svona neyðargistirými fyrir fjölskyldur. Það eru líka gistiskýli sem eru bæði fyrir heimilslausa og fyrir þá sem að eiga í erfiðleikum með að útvega þessu húsnæði. Þetta er allt saman staffullt og þess vegna segja fræðimenn í háskólasamfélaginu og stjórnmálamenn að það sé að skella á írsku samfélagi flóðbylgja mannlegs harmleiks núna í byrjun apríl og það er alveg gríðarlega slæmt hljóð í írsku miðlum og það eru meira að segja leigusalar farnir að svona tala með mildum hætti þetta hæsta ástand vegna þess að þetta er náttúrulega gríðarlegt rof á svona samfélagssáttmálunum og rói samfélaginu þegar þetta ástandi verður svona en viðbrögð írskra stjórnvalda eru þau að markasvæða enn frekar. Þeir segja eina leiðin til þess að leysa þetta vandamál sé að afregluvæða skipulagsferla og byggingamarkaðinn
ásamt því að veita frekari skattaafslætti til fjárfesta og leigusala. Gera meira því sama og brjóta niður kerfið. Já. Það ljómar á svolítið svo Ísland. Já, þetta í rauninni bara svona, sama dreið þannig, þeir ætla bara að prófa meira því sama, af sama eitrinu sem að hefur skadað íslenskt samfélag með þessum gríðarlega alvarlegum afleiðingum, að þeir ætla bara að tróða því ennþá lengur í kokkið á íslensku samfélagi og sjá hvort að það brækist ekki við það. Þetta eru náttúrulega lausnir sem að við þekkjum að verði að nota stundum. Þannig að það er andspyrna í Írlandi gegn þessu? Já, og það er ekki bara það heldur las ég grein eftir blaðamann í dag sem að var að fara yfir þessa hluti og tala þessa stefnubreitingu á írsku stjórnvöldum þar sem hann kallaði from bricks to benefits, þar að segja þessi stóra umpólun í írsku húsnæðismálum upp á 1990 þar sem að ríki og sveitarfélög hætta að byggja og fara eða peningunum frekar í það að borga bætur, þar að segja frá því að byggja og í bætur. Við þekkjum þetta hérna. Já, við þekkjum þetta. Félagsbústaðir hafa hækkað verð og hugmyndin er svo að húsnæðisbætur greiði munin, þannig að félagsbústaðir er að leigja út á markaðsvirði. Já, við þekkjum þetta, en þeir eru líka að líta á þess að fjárhæðir, bara í fyrra borgaðu ríki og sveitarfélög í Írlandi 900 miljón evrur í húsnæðisbætur, þetta eru 136 miljardar til það bil 100.000 heimila, það eru 300.000 heimili á leigumarkaði á Írlandi það bil 16% þjóðarinnar. Er þetta ekki styrkur til lokaráðuna? En þetta er nefnilega eins og þeir benda og þessi blaðamaður tala sérstaklega um að þetta væri í rauninni bara tilfærsla af skattpeningu til leigusala vegna þess að leigusala hafa hækka leiguna upp í rjáfur við tækifærin þegar það vandamáli í Írlandi er þessi hækkun við samningsskipti. Það eru takmarkanur á hækkun samninga meðan samningssambandi fyrir hendi en leigusalar finna náttúrulega fyrir því að það eru húsnæðisskortur og þess vegna eru þeir að skipta ítrekað leigjendur og nota tækifæri til þess að hækka leiguna við samningsskiptin. Já. Þetta er rosalega svikamilla sem er í gangi að þau borga bara halvan fjármagnstekjuskatt og leigir út. Þannig að þau borga lítið til samfélagsins en á móti þá fá þeir allar húsaleigubæturnar til sín. Já, þetta er alveg mögnuð svikamilla. Þetta er mögnuð svikamilla, það er alveg satt. Og þetta nefnilega þessi að breyta þessum fjármunum úr því að ríki og sveitarfélög nota þessi fjármunum til þess að byggja húsnæði vegna þess að þeir tölu það í Írlandi fyrra held ég hefur verið byggðar 1600 félagslega íbúðir sem er allt og lítið og þeir tala að það séu 50.000 manns sem séu að bíða eftir þessum 1600 íbúðum það séu það þetta er ykkur 4% af þörfunni en á meðan nýta leigusalarnir þetta tækifæri fá skatta eftir gjöf frá ríkinu, frá húsnæðisbæturnar frá ríkinu og leika sér svona bara með fjöregg samfélagsins. En þetta eru þetta er staðan á Írlandi en sveitarfélög hafa veikburð að vera að reyna að bregðast við þessu eins og segja með því að koma með leigubremsur en þær eru ekki fullkomnar þarna eins og En hinum megin við pollin eins og þau segja þessar enskumanlætu þjóðir í Bandaríkjunum. Já, það er gaman að fylgjast. Þar eru sveitarfélög með reyna að ná tökum á sínum húsnæðismarkaði. Já, gaman að fylgjast með baráttuleigjandi í Bandaríkjunum. Þeir eru svona aðgerðasinnar í þessi þjóðir miklu meira vari í þessa baráttu og anda þessa þjóðar heldur maður svona myndi ætli fyrstu. Það er mikil gróska í þessum lögum samfélagsins. Verkefnisbaráttan er náttúrulega bara eins og frumbýlis árum verkefnisbaráttunar fyrir meiri 100 árum. Já, ég held að það er búið að brjóta niður öll svona tæki almennings, þannig að stundu brýst baráttan fram svona eins og eins og aðgerðasinnar, sjálfsbrottinnar hreyfingar, af því að formlugur hreyfingar alþjóðunar, það er búið að eyðileggja aldrei. En það er í rauninni svo líka bara miklu meira að gerast í bandarísku samfélagi varðandi þessa hluti heldur en við fáum nokkuð tímann að vita í gegnum svona meginstöðs fjölmiðla. Maður þarf að grafa djúpt í svona staðbundna fjölmiðla til þess að fá þessa fréttir og greinar og viðtöl og myndbönd. Þetta er mjög erfitt að finna þetta á netinu en svona þegar maður er komin undir ákveði svona greiða sig í gegnum ákveðina svona runna í þessu þá fer maður að finna þessa fréttir og þá sér maður hvað sem mikil gróska er og í Bandaríkjunum er
mikil gróska í málefni leigjenda. Við sögðum frá hérna síðasta að það hafa bæst við 6 fylki sem eru með tillögur það að koma á leigubremsu í gegnum þessi lög sem við þekkjum í New York sem heita rent stabilization sem að veita með þessu sveitafélagum heimildir til þess að skilgreina húsnæðismarkað undir álagi og þar lendir setja leigubremsu. Nú, New York reyndi að koma enn frekar lögum í gegnum fylkisþingi núna haustu 2021, þar voru aukna kröfur leigubremsu, þar að segja að hún takmarkað við 3%. Þeim tókst ekki að koma í gegnum þingið. Ég var ekki búin að athuga hvernig þetta var meðluna á þessu nákvæmlega var, en hún fór inn í þingið þessi tillaga og fekk ekki brautargengi þar. En borgarstjórar og sveitarstjórar í fylkinu voru mjög óánægðir með þetta og bundu mikla vonir við að þetta færi í gegn. En þeir tóku málinu í sína eigin hendur og það eru 8 sveitarfélög í New York ríki, 8 frekar en 6, sem eru með þessi mál á dagskrá núna og það eru 2 þeirra búin að samþykkja þetta frumvarp, það er að segja Albany og Kingston í New York, þau eru búin að samþykkja þessar leigubremsur og meiri segja Kingston sem nú svona vinsælt uppasamfélag, leigusala hafa verið að leita þangað í auknum mæli vegna þess að þetta hefur verið svona Instagram vinsælt svæði og hérna gömul hús og fallegt ásýndar og leigusala hafa verið að leita þarna til þess að kaupa eignir. Þeir eru ekkert endilega að koma til þess að byggja, þeir eru að kaupa eignir til þess að geta hækka leiguna. Borgarstjórnin í Kingston ásamt samtökum leigjenda og funduðu oft með þeim út af þessu ástandi þar sem að þetta svo kallar vacancy rate, ég kann ekki íslensku hugtak yfir þetta, þar sem að laust húsnæði var komin í 1,6% á svæðinu, að þeir kröfðust þess meir hluti borgarstjórnar í Kingston ásamt leigjendum að leiga myndi lækkum 30% og það bara samþykkt í borgaráði eða borgarstjórn og bara gilda reglur í sveitafélaginu. Það hafðist ekki gegn. Það náðist hins vegar sátt hjá 11 af 13 borgarfulltrúum þarna í Kingston að sveitafélagið myndi láta leigu að skilda leigu svolítið lækka leigu 15%. Þar sem það var samþykkt ásamt því að setja á 3% leigubremsu en vel að merkja samtöku leigursala í ríkinu náttúrulega kærðu þetta og dómstóllinn í ríkinu samþykkti leigubremsuna en hins vegar lækkunina. Já, ekki lækkunina, hann hafnaði lækkunni en það búið að áfrýja þessu til Hæstaréttar og borgarstjórnin í Kingston mjög vongóðum að þetta nái fram að ganga en það telja sig hafa heimildi fyrir þessu en þetta svona ákveðin svona viðhorfsbreyting, þarna fer borgarstjóri fram og með auki meirihluta borgarstjórnar og leggur reglur í sveitafélagunum að leiga skuli lækka ákveðin prósentstig. Mér finnst þetta mjög merkilegt og þetta fyrsta skipti sem þetta gert. Hér í fréttum oft sagt frá því að leiga eigi að hækka. Fasteignaverð hafi hækkað svo mikið undanfarið, hækkað náttúrulega mikið í COVID þegar það var eilítið slaki á leigumarkaðnum þegar komu túristaíbúðurnar kom inn á markaðinn og það var svolítið falskt ástand sem var svo þegar COVID fer og ferðamenni koma aftur og þá kemur mikið að fólki til þess að sinna þeim fyrir utan flótta fólk frá Úkraínu og Venezuela. Þannig að nú svona mikið merkið þess að fasteignamarkað sé að skrúfast upp og við heyrum mikið af hækkunum, Ölmu, leigufélagi og fleira. Og þá kom alltaf einhverjir spekkingar í fréttinnar og segja það að það sem að fasteignaverð hækkaði mikið undanfarið, þá á leigan inni bara töluverða hækkun. Já, þetta við erum mikið vör við þessa umræðu og þetta hefur verið gegnumgangandi stef alveg frá því að ég kom og fór að taka þátt í þessari baráttu svona fyrir rúmum 1,5 ári síðan að þá þetta gegnumgangandi stef að húsaleiga eigi að endurspegla markaðsverð á íbúðarhúsnæði. Þannig ef ég keypti að því að BHM var nú að gera úttekt á hvernig húsnæðisverðið verið hækkað og það bara á stuttu tíma þá tvöfaldast það, ég held að það verið svona 10 ára tímabil eitthvað rúmlega. Þannig ef ég keypti húsnæði
á 30 milljónir fyrir 10 árum og ég leiði þér á það og nú það metið á 60 milljónir á ég þá að tvöfalda leigun á þér. Já, samkvæmt þessu. Þetta bæði ummæli frá bara hagfræðingum innan úr ríkisstofnunum og þetta Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Já, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem bara Húseigendafélagið, banka, og svo kemur þetta bara fyrir viðskiptaráð. Þetta kemur fyrir í grænbók í meðraðara. Já, þau svona að gefa En þetta lögmál alls þar í heiminum? Nei, þau að gera því skona það sé lögmál að það sé rík samfylgni á milli húsalegu og markasverða húsnæði. Ég hef ítrekað bæði sagt það og skrifað það og haldið því fram að það sé hvergi þannig. Það hugsanlegt að ríki einhvers konar samhengi hérna milli en þá það alls ekki þeim mæli sem það hérna. Nú, það oft talað þarna COVID-tíman að þá hafi húsalega lækkað já, það var ekki raunlækkun á húsalegu heldur hún hætti að hækka á tímabili á meðan að fasteignar verið hækkaði mjög mikið þá oftast að líta til þessara svona síðustu 2 ára að nú eigi húsalega þessi innistæði fyrir því húsalega hækki vegna og svona ekki hækkaði sama takti á húsnæðisverð síðustu 2 ár en ef við lítum tilbaka, nú var ég að skoða bara nýjustu línuritin frá Eurostat, þau voru að gefa út núna í febrúar uppgjörstölu fyrir 2022 og þetta svo sem línurit sem að ég hef búin að vera að skoða undanfariði ár, þau líta nánast eins og út bara eins og gamlu línuritina bara bæta 1 ári við en bara svona við lauslegan útreikning á þessari samfylgni að milli húsalegu og fastegnavers þá hún bara í sumum tilfengum bara 4-falt minni á meginlandi Evrópu heldur en hérna á Íslandi. Það dæmi það að ákveðnu tímabilin svo 2018 til 2020 þá hækkar húsalega 88,5% af hækkun húsnæðisverðs. Á sama tíma hækkunin 29, samfylgni í Evrópu þá 29%. Þannig að þetta þrefalt herri samfylgni á milli húsalegu og markaðsverð. Sjálfsögður að hér að velta út í leiguna ef að fasteignaverð hækkar. Já, og ef við lítum svo aðeins bara lengra eftir tíman frá því að húsnæðismarkaðir í Evrópu tóku svona aðeins við eftir efnahagshrunið að þá svona svona marktakari tölur. Við sáum það reyndar fyrir efnahagshrunið, þeir ekki með tölur reyndar mjög langt aftur í tíman en á meðan að húsnæðisverð að hækka þetta 2-3% ári þarna á svona eftir hrunsárunum 2008, 9, 10 að þá hangir húsalega og þá liggja þessa línur á línurutinu til dæla svona samsíða. En svo þegar að breytinga fara að gerast á húsnæðismarkaði þá fylgir leiguverð ekki eftir. Það að segja bæði við lækkun og hækkun. Leigan búin að vera sömu í línulegu fæslunni í Evrópu alveg síðasta 1,5 áratug. Á meðan að það hefur verið flögt á húsnæðisverði sem segir okkur það að svona undir ef við gerum ráð fyrir því að svona meðaltali þá séu svona einhver markasöfl sem eru hefðbundin í gangi á meginlöndinu þá virðist ekki vera neitt samhengi á milli húsalegu og markasverði húsnæðis frá 2017, áslokum 2017 og til ásloka 2022 þá hækkar húsnæði í Evrópu það bil 35%. Það segja svona meðaldarshækkun á þessum tíma á meginlandinu, en húsalega hækkar bara 7%. Það segja einungis 1/5 eða 20%. Á sama tíma hækkun hérna 61% og húsalega hækkar 30%. Þannig að bólueinkenni fasteignamarkaðarins sem að verða út af bara ýmsum ástæðum, út af aðgengi að lánsfé, út af frambóðu og öðru slíku, að þau kom ekki endilega fram í hækkun á húsalega í Evrópu. Nei, alls ekki. Það bara, það ríkir eitthvað annars Hér á að setja bóluna sem var á fasteignamarkaði inn í leigumarkaðin. Já, við erum náttúrulega rætt það hérna að við þessar fordæmilegs og hækkanir á húsnæðismarkaði hérna síðustu 2 ár sem eru þetta eru sögulegar hækkanir á húsnæði að þá lækkar íþyngjandi húsnæðiskostnaður kaupenda
en hann hækkar hjá leigjendum. Já. Þannig að sko þetta er undarleg hagfræði sem að viðgengst hérna heima. Þetta er bara þetta er sorgleg starinn. Þú nefndi grænbók á hann, hún liggur frammi, hvernig leistur á hana? Grænbók húsnæðismarkaðinn? Já, Sigurður Inga? Já, hún er ég var svolítið lengi átt að með á því hvað nátt að þýða og hver nátt að skila. Það er ekki lausnin á húsnæðismarkaðnum sem hefur verið vandamál í Íslandi í 20 ár? Þetta er heitir stöðumat og valkostir. Það er undirtitillin á skýrslunni og þar er svona verið að fara yfir markaðinn og við höfum skrifað umsögn sem við skiluðum núna eftir helgi síðasta mánudag þar sem að við erum að fara í gegnum þessa skýrslu og við áttum okkur á því svona við samtökunum þegar við erum að skoða þessa skýrslu að þetta er gríðarlega ábyrgðar hluti að vinna svona skýrslu vegna þess að þarna leggum að grunnina ákvarðanatöku stjórnvalda og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að í svona plaggi sem að byggir reyndar á vinnu 3 starfshópa, það er undir þessari 30-40 síðan skýrslu eru 3 skýrslur þetta svona frá 50 til 120 blaðsíður og það er svona verið að draga svona kristalla eitthvað svona meginlínur úr þessum skýrslum inn í þessa grænbók, þannig vitnað í hinna skýrslunar en við fáum ekkert að sjá þar nema bara að finna þar á netinu en þarna er verið að fara yfir markaðinn hvernig lítur húsnæðismarkaðurinn út, hvernig lítur leigumarkaðurinn út og við gerum bara mjög miklar athugasemdir við það hvernig þessari vinnu háttað bæði var þetta samráð, þetta samráðsleysi og óvilhalla samráð, þetta litla samráð sem hefur verið haft við okkur er óvilhalt það birtist bara í hvernig er unnið úr svona plaggi, þarna er verið að svona verið að veiða út ákveðið samengi sem að lýsi markaðan bara í bara engu leiti. Það er til dæmis eins og við ræddum þetta rétt á hann þá er verið að tala hækkun á húsaleigu, gagnvart hækkun á markaðsverði en þá er verið að tala tímabil frá apríl 2020 og til ársloka 2022. Það er eins og að ríki ekkert annað samengi í þessum málaflokki heldur bara COVID-tíminn. En í þessar sömu skýrslu þegar verið að tala árangur hins almenna íbúðakerfis þá velja þeir menn skýrsluhöfundar og sérstaklega þá ritstjóri skýrslunar að taka tímabil frá 2016 til 2022 vegna þess að það hljómaði bara betur að geta sagt að almenna íbúðakerfið hafi skilað 3000 íbúðum á þessum 8 árum heldur en að segja á þessum sama tíma og þeir tala þessar hækkanir húsnæði og húsalegu að þá voru bara til 460 íbúðir. Þannig að þarna er verið að veiða svona og gramsa eftir því að reyna að láta líta út fyrir að það ríkir svona bara þokkalegt jafnvægi á markanum, á leigumarkanum. Það eru markaskraftar sem munu taka við sér og munu lagfæra þetta. Það er til til þess að auga með þessu, það er til til þess að skoða ákveðna hluti betur. Og það er svona framsetning en ekki gera neitt í rauninni ekki, það er svona sama stefið, það er svona að skoða húsnæðisbótakerfið Þú ert að segja það að opinberar stofnanir og stjórnsýslan á Íslandi sé að pakka inn sín á húsnæðismarkaðinn sem er geðfelld fyrir stjórnmálafólkið fyrir ráðherrann en sé bara óra fjarri þeim raunveruleika sem almenningur býr við. Já, ég verið að velta svo mikið fyrir mér. Sko, hvernig, hvaða stemningum maður gengur inn í þegar maður skipar í svona starfshóp eða verkefnahóp eða áttakshóp sem er búið að vera mikið af, sérstaklega í húsnæðismálum undanfarin ár. Þá gengum maður væntanlega svona inn í svona einhvers konar samfélag og einhvers konar andrúmsloft þar sem þú veist að það sem þú þarft að gera, þú ert að vinna umbjóðandiðinn er ráðherrann og þú þarft að svona máttu ekki koma honum í glandur, þú mátt ekki skila en skýrslu sem segir, heyrðu það er ríkin eða ástandulegu markaði, það er algjör forsend og markaðsbrestur. Býtur ekki höndina sem fóður að þig? Þú eiginlega mátt ekki og þú veist það bara strax, þú getur ekki komið ráðherranum í slíkt klandur með það að segja hann satt. Og þú þarft helst að matri þetta fyrir hann þannig að hann geti þá brugðist með eitthvað svona
svona eins litlum og auðvöldum hættu og mögulegt þannig að sko eftir stendur þegar maður svona átta sig á þessu að þarna ríkir eitthvað svona samfélag eða svona andrúmsloft sem að skapar þessa vinnu og þessa niðurstöður að þá endar það kannski þarna þetta sinnuleysi, viðbragðsleysi, skeytingaleysi, fálæti stjórnvalda gagnvart þessum málaflokki að þau gögn og það grunnlag sem það hefur fyrir sín ákvarðatöku kemur frá fólki sem vinnur inn í ráðuneytunum hagsmunaaðilum eins og viðskiptaráð og samtökum atvinnulífsins sem sitja í þessu starfshópum þau fóðra stjórnvöld á svona gögnum sem eru bara alls ekki lýsandi og við fórum bara í okkar umsögn, við ætlum að setja hana núna á netið og vonandi bara lesa hann sem flesti vegna sem við förum svona skref fyrir skref í gegnum þessa skýrslu þar sem að bara alls ekki verið að segja okkur frá því hvernig hlutinir eru, annarkvæmt því sleppt eða bara sagt frá svona afmörkuðum þáttum, lýsa með engu ástandunum leigumarkaði og þetta teljum við mjög alvarlegt. Við náttúrulega gerum allt og höfum gert athugasemdir við aðgerðir og aðgerðarleysi stjórnvalda en við teljum það mjög alvarlegan hlut þegar að svona skipaðir starfshópar gefa frá sér svona plagg sem að lýsir með engu móti ástandinu á leigumarkaðnum og þá ekki til mikils að vænta á stjórnvöldum þegar þau geta skýlt sig á bak við svona gögn. Við fjöllum nú á sín tíma þegar starfshóparnir voru á störfum og þá voru ekki leigjendur sem komu að því starfi. Hverju? Þegar starfshóparnir voru að starfa þá voru ekki margir leigjendur sem að komu að því starfi. Nei, við förum yfir það í umsögninni að það eru 3 hópar. Það hópur sem að endurskoða húsnæðisbótakerfi, það hópur sem að endurskoða húsalega lögin og það hópur sem að vinna að umbótum á í húsnæðismálum. Og þetta eru hópar sem eru svona 6, 7, 8 upp í 10 manna hópar og þetta eru svona kunnuleg nöfn, þetta Eygló Harðardóttir og þetta eru svona lögfræðingar og fulltrúar samtaka atvinnulífsins og fleiri þeimdur. Þessis hópar hafa verið að starfa svona frá útmánuðum í fyrra og eru sumir þeirra ennþá starfandi. Ég veit ekki hversu marga fundi þessu hópar hafa haldið og þetta eru fjallumál sem að snerta hagsmuni leigjenda með mjög afgerandi hætti. Við höfum farið á 2 fundi í heildina og fengið 1 spurningalista sendan. Við erum þó hagsmuna samtök 45.000 heimila sem að þessar aðgerðir þessu umræða snerti beint. Þetta allt samráði. Þetta allt samráði við þá sem að hafa reynslu af því að vera á leigumarkaði. En þarna fólk með skoðanir á því hvernig er að vera á leigumarkaðnum en enga reynslu af því. Og ég vil bara meina það að fólk sem hefur enga reynslu af til dæmis þessu leigumarkaðnum en hefur skoðun á honum og hefur sérstaklega skoðun á því sem að leigjendur sjálfur segja, þeim gengur bara ekkit gott til. Þannig að fólk sem að andmælir í sífellu reynslu þeirra sem að búa við eitthvað ástand, þeim bara þeim gengur ekki gott til með því. Og það bara mín upplifun og það mín sannfærða upplifun. Áttu við að þessu með svona fordóma þegar að horfa við verum að skoða húsnæðismarkaðinn og ef við getum nú alltaf að fara að tala við leigjendur því að það verður eitthvað viti í þessu leigjendur þá verður náttúrulega búin að kaupa þessu íbúð. Já, þetta nú eitt af með þetta kom nú fram í fréttinu frá Írlandi að það eitt af úrræðum stjórnvalda akkord núna við þetta að aflétta þessu banni á uppsögn leigusamninga að settu inn klásúlu þar sem að leigjendur verið gert heimilt að kaupa húsnæði sem það býr í og það var neitt stjórnmálamaður sem að mitt sagði bara ef að leigjendur gætu keypt húsnæði þá væri þeir ekki leigjendur en ég veit ekki hvort þetta séu fordómar en þetta það fór við á þannig 45.000 heimili, ég meina ekki helmingurinn þessu útlendingar þau nú alltaf fara að kjósa mig þannig að 20.000 eftir
Er það Ég held þetta sé mikið, já, ég held þetta sé þekkingaleysi, ég held þetta sé skeytingaleysi gagvat svona því að þetta getur nú alltaf verið svona erfitt og meðalaunin í landinu eru svo há og eignastæða heimilæðinu hefur aldrei verið betri og allt þar fram til göttunum. Vandamáli sé ekki í kjör leigjanda, heldur hvað leigjendur kvarta mikið? Já, það held ég að sé einmitt svona viðhorfið að sko það er þessi ofsalega mikla skoðun á því hvað leigjendur eru að segja, hvað leigjendur eru að biðja leigjendur eru að lýsa ykkur ástandi og þá kemur eitthvað fólk sem hefur enga reynslu á því að vera leigumarkaði, hefur enga skilning á því hvað það þýðir að vera með fjölskyldu og leigumarkaði með yfirvofandi heimilismissi, flytjandi syngt og heilagt, borga kannski 60, 70, 80% ráðstöfunum tekjum sínum í húsalegu og hefur svo mikla skoðanir á því hvað leigjendur eru að segja og eru að setja ofan við á, vil ekki hlusta á þetta. Já, þessu fólki gengur bara ekki gott til að því að ef að þú hefur ekki reynsla á þessu sjálfur en hefur ríka skoðan í hvað viðkomandi er að segja, þá hefur eitthvað slæmar málstæðast verja en þetta kemur við kaunað vegna þess að þú veist þeir eru að segja satt og þá er þetta eitthvað ákveðin flótti. Þannig að sko þarna held ég að fólki bara gangi ekkert gott til og sé í leiðinni að passa upp á það svona umbjóðandi þeirra sem eru þá stjórnvöld að koma þeim preinleiki bara í klandur af þess að ef að hópar eins og hópur endurskoðun húsaleigulaga eða umbætur á húsnæðismarkaði kæmi hreindabend fram og segði að það ríkir algjört ófremdar ástand, neyðarástand, félagslega hamfarir á leigumarkaði, stjórnvöld hafa brugðist, það verður að ráðast í aðgerðir bara hér og nú og stórt þjóðarátak. Þá er bæði búið að dæma viðkomandi yfirmann að verkum sínum og koma honum í algjört klandur þar sem að hann þarf að leggja dag við nótt við að reyna að finna lausnir á vandanum. Þú eru aldrei skipaður aftur í starfshóp ef þú gerir þetta? Ja, aldrei nokkuð tímann. Ég held að þetta sé algjört dauðadómur fyrir fólk sem ætla sér framæni í stjórnsýslunni og mér hefur sýnst að þetta sé svona að mikið af fólki sem kemur fyrir í þessum starfshópum sem eru hreinlega bara áskrifundir á þessari vinnu. Þetta eru svona... Og hefur svona vit á öllu. Er að segja, eins og kallar sig að segja konum hvernig þeim líður og ríkt fólk er að segja fátöku hvernig þeim líður. Já, akkurat. Þessum feitlagnir þurfa alltaf að vera hlustað að fá mögru fólki, hvernig það á að losa sig við auka kílóin. Já, þetta er bara fullt af fólki sem er alltaf að segja öðru hvernig það á að gera það. Já, þetta er akkurat svona. Þú getur alveg... Heyrir aldrei stakt orð. Þetta er bara akkurat svona. Og það er svona stjórnsýslan. Já, svona er stjórnsýslan og við mætum þessu. Sástu Silfrið með helgina, þá var miðaldra fólk að tala farsíma notkun ungmenna? Nei, ég náði ekki. Ég var svona... Nei, ég segi það, þú veist það. Fjölskyldu helgi. Við heyrum oft fullorðið fólk tala um hvernig börn hafi það. Já, hvernig það hefða lífið sínu. Það er eitt sem er svona, sem ég vil enda á, sem er mjög alvarlegur hlutur. Það er þessi svona, með stærri leigumarkaðins og það kom nú bara fyrir á sömu blaðsíðunni í þessari skýrslu sem að sýnur nú bara hversu þetta er svona einhverleiti bara óvöndu vinnubrögð að það er verið að segja okkur að leigumarkaðurinn sé svona að hámarki 34.000 heimili. Það var nú búin að vera að segja okkur, það er nú ekki langt síðan að koma með skýrslu á HMS að það væri kringu 90.000 heimili að leigumarkaðurinn hafi minkað og þetta er svona stefið í skýrslunni. Leigumarkaðurinn hefur minkað, leigar að lækka og svona tilefni herðu þetta er nú bara allt í góðu lagi. Nú, þeir segja í sömu skýrslunni að það sé ekki nema það bil heilmingu leigjenda sem sækju húsnæðisbætur. En það voru 21.600 heimili sem fengu húsnæðisbætur í 2021. Það voru 40.000. Þeir voru tæplega 25.000 sem sóttu þau. En á sömu blaðsíðu segja þau að leigumarkaðurinn sé hámarkið 34.000 heimili en á sama tíma að 50% heimila sækjum húsnæðisbætur. Ef 50% heimila sækjum húsnæðisbætur og það voru 25.000 umsækjendur. Nú ég var það óheppinn að vera rekinn úr grunnskóla en ég lærði þá minnstakosti þessa starffræði. Þú varst búin að ræða 2 töfluna. Ég var búin að ræða 2 töfluna þegar við ekki úr grunnskóla. Þannig að sko
að þetta með að vera að segja okkur þetta að leigumarkaður sé nú ekki svo stór, að hann sé að draga saman. Nú við konum fram á samstöðinu fyrir nokkrum vikur síðan. Það er svo þröng skilyrði að fá húsnæðisbætur að það er hellinga fólki sem er að leigja og þyrfti að fá stuðning til þess að bara sækir ekki vegna þess að tekjuskerðingarnar eru svo brattar. Ekki bara tekjuskerðingar, heldur líka eignaskerðingar og fólk sem er kannski með ungt fullorðið eða ungmenni heimi á sig sem er komin yfir 18 ára aldur verður kannski safnað sér fyrir íbúð leið og þau eru búin að safna sér svona einhver ágætri summu og búa hjá kannski einstæður foreldri, þá fara húsnæðisbætur foreldris að skerðast við það að unglingurinn er að safna sér fyrir íbúð. Þannig að það er búið að taka rauninni að fólkinu alla bjargi við að komast út á leigumarkaðnum þrátt fyrir þá staðreind að 9 af hverjum 10 eru nauðugir á leigumarkaði. Þá ríkir valið þá aðferð að koma í veg fyrir það að fólk með vinnukraft eða starfsorku og getu og vilja til þess að komast í burt úr þessu ofbeldissambandi sem að ríkir milli leigjenda og svona leigumarkaðarins í heild eða kannski réttarlegi stjórnvalda að þá reynar að koma í veg fyrir það og sérstaklega að koma í veg fyrir það að afkomendur leigjenda komist af leigumarkaði með því að geta búið hjá foreldri sem er kannski á leigumarkaði, safna sér fyrir útborgun með því að láta það bitna á foreldrinu ef að barnið er að safna sér fyrir útborgun á íbúð þá ætlaði að taka bæturnar að móðurinni. Þetta eru mörg dæmi.